Velkomin í föstudagsþáttinn. Við eigum aldeilis fjölbreyttan þátt í vændum en við ætlum að byrja á stórframkvæmdum rétt utan við Grenivík því að það var tilkynnt núna nýlega að það ætti að opna nýtt hótel, Höfði Lodge, luxushótel hvorki meira né minna og hingað til mín í settið fyrsti gestur þáttarins í kvöld Björgvin Björgvinsson, hóteleigandi. Vertu velkomin til mín. Takk fyrir það. Og bara magnað að heyra af þessari framkvæmd. Þetta verkefni er væntanlega búið að vera lengi í bígerð. Já, þetta er búið að vera í 6 ár. Já, og margir myndu telja að það bjartsýni svona í miðjum heimsfaraldri að tilkynnum og ráðast í svona stóra framkvæmd. Hversu umfangsmikið er þetta? Þetta er náttúrulega mjög stórt og búin að vera að vinna þessu í 6 ár og erfitt að finna svolítið pening í svona verkefni á svona tímum. Já. En við samt teljum okkur að vera besta tíma að koma með svona þegar við erum klárir þegar þessi veira fer. Já, einmitt. Og vonandi er hún farin bráðum. Já. Og þá verðum við bara klárir og opna þegar allir vilja koma. Já. Ég meina enn í dag er fólk að bóka ferðir hjá okkur. Já. Í vetur með segja og það er erfitt að segja já við þeim og sjálfsög gerum við það en það er alltaf þessi fyrirværi hvort þau geta komið ekki. Já. En þessir 5 dagar quarantín hérna á sóttkví hérna á Íslandi til þess að koma inn í landi, það er erfitt. Sko. Já, fyrirstaða fyrir marga sem hefðu annars áhuga á að koma til landsins. Já. En svona fyrir þá sem ekki vita þá náttúrulega þið eru í rauninni að bæta við reksturinn þið náttúrulega búin að vera í ferðaþjónustu eða þú í dálítinn tíma. Já. Og í eins og ég sé nú bara húninni þannig heliskíing og svona. Og hversu lengi ertu búin að vera í þeim bransa? Við erum búin að vera 7 ár með Viking heliskíing. Já. Og við erum búin að vera með þyrluskíða fyrirtækið það Viking. Já. Og sen líka með Scandic Mountain Guides. Já. Sem sagt og við erum búin að labba með fólk líka hérna á Tröllaskaga. Já. Og þetta er bara vaxið og orðið stærra og stærra með hverju árinu og núna er bara komin á svona tími að stíga stóra skrefið og gera alvöru hluti. Já. Einmitt, þannig þetta er bara svona rökrétt þróun og framhalda því sem er búið að vera í gangi hjá okkur. Já, ég meina vissulega það gengið vel og það gengið erfiðlega og núna er bara rétt í tíminn að fara í þetta. Já, í staðinn fyrir að koðna niður bara þá bara að blása til sóknar. Já, ég er nú alveg þannig sko. Já, einmitt. Og hvernig hótel verður þetta bara svona fyrir þá sem ekki búin að sjá myndir af teikningunum? Já, þetta er sem sagt Luxus Lodge hótel hérna á Íslandi og það er ekkert sem heitir Lodge hérna á Íslandi. Við getum ekki kallað þetta gistihús. Nei. En þetta er sem sagt Luxus Lodge og þetta er yfir allt árið, þetta er 5.500 fermetrar. Hvorki meira en minna? Já, og þetta er á 4 hæðum. Og minnsta herbyggi sem við erum að fara að bjóða upp á okkar gestum er 38 fermetrar. Já. Og stærsta er 160 fermetrar. Einmitt, þannig að þetta er engar kompur sem þið eru að leiða. Nei. Og það er span, það er gym, það er allt í staðar hana og svo er öll afþreying líka sem við erum að fara að bjóða upp á. Já. Og það sem við bjóðum upp á þyrluskíðun og þá fjallaskíðun, snjósleðaferðir, böggibílaferðir, kajakaferðir, hvalaskoðun, labbiferðir, veiðiferðir, fiskiveiðiferðir, svoleiðisferðir og þetta er það sem við komum til að bjóða upp á okkar gestum og það er að fólk getur valið þetta hana hjá okkur.
Einmitt, frábært. Ég vissum að það var ekki sem fagna þessu líka bara þessum svona jákvæðu tíðindum að það sé verið að blása til sóknar og bara horfa bjart sínum augum fram á veginn. Ég held að veit ekkert af í þessu ástandi. Hafið ekki fundið mikinn velvilja eins og á Grenivík og þarna í sveitunum í kring? Ekki allir bara heiminn lifandi með þetta framtak? Jú, það taka allir ósað vel á móttökur og allir mjög hressir með þetta sko. Og við mjög þakklátir að fá að koma til Grenivíkur líka. Já. Og þetta verður frábært samstarf og þægileg staðsetning bara upp á allan Tröllaskagann sko þegar þið eru með þyrluna og svona, það er stutt að fljúga yfir. Já, ég meina og svo líka það að svo nálægt flugvellinum að Akureyri, 25 mínútur frá. Já. Við höfum fundið það undanfarin ára að leið þegar þú fyrir að tala klukkutíma frá flugvelli. Já. Það er orðið svona pínu, er það orðið? Svona hindrun fyrir svona. Já, svona pínu. Já. Og mikið okkar gestum koma með einkaþotum. Já. Og hálftími er allt í lagi í bíl, klukkutími. Það er svona pínu. En það er allt í lagi, maður gengur alveg, menn að það tekur 7 mínútur að fara með þyrlu frá flugvöllum á Höfða. Já. Svo við notum það líka svolítið. Já, já. Og þetta er náttúrulega fyrst og fremst svona luxus ferðamennska sem eru að stílinn, þannig að margir afvika viðskiptavinir sem að telja það ekkert eftir sér að splæsi þyrluflug frá flugvellinum. Nei. Fólk veit bara að vera komin. Já. Strax. Akkurat. Ekki það ég hafi neina reynsla því sjálfur, en ég get alveg ímynda mér að það sé mjög þægilegt. Já, En þetta er allavega bara frábært að heyra að þessu. Ég hlakka mjög til að fylgjast með hvenær áætlaði þið opnið. Það verður á nýjárinu 22-23. Já, það er markmið okkar. Já, einmitt. Markmið ég var bara í dag að byrja á veginum, að byrja undirbúning á honum. Já. Og ef veður leyfir þá getum við haldið áfram í vetur með veginn. Já. Og svo getum við byrjað á undirstöðum og grunnunum í næsta sumar. Já. Og haldið síðan áfram og klára. Akkurat, það er allavega bjart framundan. Ég bara segi gangi ykkur vel með þetta frábæra verkefni og hlökkum til að fylgjast með. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir.